Þess að börn sem eru með hegðunarraskanir, bæði börn með ADHD, mótor- og þrjóskuröskun og hegðunarröskun, í mun meiri áhættu til þess að þróa með sér kvíðaraskanir. Tíðni kvíðaraskana meðal þessara barna mun hærri en í almennu þýði. Og það þýðir að við þurfum í rauninni að hugsa mjög mikið tilfinningalíf barna með hegðunarraskanir sem andstætt viðbrögðum okkar. Við þurfum að búa til umhverfi sem hvetjandi og styðjandi og sýnir þeim sömu í rauninni umhyggjusemi og þolinmæði sem við gjarnan upplifum gagnvart börnum sem við vitum að líður illa. Þegar barni líður illa tilfinningalega þá vekur það upp hjá okkur samkennd og umhyggju. Þegar barn sýnir frekju og ósamvinnu þýtt þá gjarnan mætum við því með meiri hörku og viljum setja sterkari og stífari mörk. Þannig að við þurfum að hugsa mjög vel börnin okkar sem eru með hegðunarraskanir, að við þurfum líka að huga þeirra tilfinningalífi, þeirra streitu og hjálpa þeim að mæta aðstæðum sem eru þeim erfiðar. Þegar maður með hegðunarraskun, eða tala sérstaklega ADHD, þá maður mjög mikið aðstæðum sem maður ræður ekki við og maður sífellt að fá skilaboð frá umhverfinu að maður standi sig ekki og sé ekki að mæta væntingum. Það getur skapað aðstæður sem geta mynda kvíða og þannig tilfinningar á barninu og þess vegna þurfum við að hugsa mjög vel þetta hjá börnum sem greinast með hegðunarraskanir og ADHD.